Þá kom að ég búa til spurningu það sem við ætlum að nota formið að draga og sleppa eða drag and drop, og það eins og venjulega, við förum annarkvort í author og veljum hérna spurningar eða bara beint í create new, og þarna var ég stödd í spurningasettinu, þannig þá opnar hún alltaf spurningasettið, en ég vil hafa það spurningar og create new, þannig ég ger þetta bara aftur. Nú þarf ég að velja rétta liðin sem er drag and drop, smella á það og þá fæ ég hér upp spurningagerðina mína og hún er sjálfkrafa með tveimur möguleikum. Það er sem sagt eitthvað sem ég ætla að draga og svo sleppisvæðið sjálft sem eru þá 2. Ég ætla hins vegar að hafa þetta 3 atriði. Þetta á að vera spurning mannslíkamann og ég ætla að láta að draga merkja 3 atriði inn á réttan stað á mannslíkamannum. Þannig ég vil hafa mynd á bakvið sem ég þarf að byrja þá á því að velja, og hana sæki ég bara inn í safnið mitt í tölvunni, en það er inn í með því að smella á spurninguna sjálf eða kassan hérna, þá fæ ég upp möguleikana og það er bakgrunnurinn sem ég ætla að setja núna. Add image, þá er hún komin á réttan stað og þetta er svona opin líkami og ég ætla að láta merkja hérna inn lungu, lifur og hjarta, og þetta eru 3 liðir. En ég vil hafa það, nei 2 liðir fyrirgefðu, þetta eru 2 liðir, en ég vil hafa það á 3, þannig ég þarf að bæta við add drag area og ég þarf líka að bæta við einu sleppisvæði, nema þetta sé sama sleppisvæðið og það sé eitthvað af því sameiginlegt sem að það er ekki í þessu tilfelli. Þannig ég bæti við einu sleppisvæði líka. Þannig að ég er komin með þetta hér á að vera sleppisvæði 3, svona. Þannig ég er komin með 3 svæði. Þannig nú þarf ég að merkja hvað það er sem ég ætla að draga, og ég ætla að draga lungu, ég ætla að draga hjarta sem á að vera hérna númer 2 og ég ætla að draga lifur. Kassarnir eru mjög stórir eins og sést hér og það er skemmtilegra að laga þá þannig að þeir séu allir svipa stórir. Þannig maður fer hérna í þetta litla græna hérna og dregur þá þannig að þeir séu í svipaðri stærð og lengd, þannig að þetta sé allt saman svona nokkuð svipað. Svona, ég er með 3 kassa. Hér eru lungun og þau eru hérna númer 1 og ég ætla að hafa þau hér. Ef ég seti bara hér og nemandinn dregur hingað og sleppir, að þá fær hann rangt fyrir, en ég ætla að sýna ykkur hvernig það kemur út, þannig ég ætla að byrja á því að hafa það svona. Síðan ætla ég að merkja lifrina sem er númer 2, hún er hér og ég vil ekki að hann geti merkt hérna einhver staðar inn á. Ég vil bara fá hana nákvæmlega hérna inn á það sem að lifrin er, þannig að ég minnka hana, þannig að hún sé bara nákvæmlega hér, aðeins svona, og síðan er það hjartað sem er þá 3. liðurinn hérna. Og ég vil hafa það er þessi hérna mynd og ég vil passa að hjarta sé nákvæmlega eins stórt eins og það á að vera, þannig að það sé ekki tækt að merkja það inn á lungun. Þannig ég hef það hér. Þannig nú er ég komin með þessar 3 merkingar og eins og þið sjáu þá er lungun ekki alveg á réttu stað. Við ætlum að prófa bara til að sjá hvernig það kemur út. Þannig að nú er ég komin með þetta hérna, þannig ég get gert bara close og þetta og svo fer ég í augað byrjaði að vista það, fer svo aftur í augað og skoða þetta. Og þá lítur þetta svona út. Það á að draga þessi 3 atriði. Það er lifur, það er hjarta og það er lungu. Og þetta eru nú svolítið stórir kassarnir hjá mér eins og ég sjá. Það þurfa nú kannski ekki að vera svona stórir. En ég byrjaði hérna á hjartanu og ok, það er hér. Lifurinn er hvar? Nú hér. Nei, kannski hér. Segjum bara ég vilja hafa hana hér. Nei, ég ætla að setja hana á rétta stað. Ok. Af því að lungun, nú sleppi ég þeim hér og tekka answer og þá fæ ég sjá þið rangt fyrir lungun af því að svæðið er merkt hér. Þannig ég þarf augljóslega að breyta því ef ég ætla að leyfa fólki að fá rétt fyrir svarið, af því lungun eru náttúrulega náið stærra svæði. Þannig ég loka þessu glugga aftur, fer aftur inn á spurninguna og laga þetta hérna svæði. Ég þarf að stækka það og ég þarf að hafa það yfir stærra svæði. Kannski óþarflega stórt hjá mér. Og af því ég er að gera þetta á annað borð þá gæti ég nú alveg lagað kassana þannig að þeir væru svolítið minni, þeir eru óþarflega stórir og klossaði svona.
Þannig að hafa þetta svona. Þannig að gera save á þetta, fara aftur í orðið og sjá hvernig þetta lítur út. Þannig að ég hef lungun, ég ætla að sleppa þeim hérna einhvers staðar. Ég er með hjartað, ég veit hvað það er og ég er með lifrina á réttum stað. Check answer og það er allt rétt hjá mér. Þannig að nú er það eina sem ég á eftir að laga er nafnið á spurningunni og hvað ég ætla að útskýringarna sem ég ætla að hafa og þær verða náttúrulega að vera líka því hér er þetta bara alls ekki greinilegt. Þannig að nafnið á spurningunum væri bara mannslíkaminn. Ég vil hafa inn í kassanum dragðu heitin á rétta staði. Myndi eitthvað í þá áttina. Dragðu á rétta staði á myndinni. Og síðan er það náttúrulega spurningin sjálf, við skulum sjá hvernig þetta lítur út. Lítur þetta ágætlega út núna eða, já, replace with a question text, vantar ennþá. Þannig að ég þarf að laga það og ég vil láta hana heita eitthvað, spurninguna, hvar kemur það? Það er þarna, sjáðu, það fór aðeins niður fyrir hjá mér. Hérna, replace with a question text, hvar eru þessir líffæri? Einhvern veginn þannig. Það er svo sem ekki undraði hættunni. Þannig ég set núna á preview aftur og skoða. Hvar eru þessi líffæri? Dragðu á rétta staði á myndinni. Ég ætla að hafa, þetta sé ekki lifur. Eða hvort það er þetta gula hérna. Lungun er hér eitthvað staðar. Hjartað, já. Og skoða svarið. Og ég fæ vitlaust fyrir allt nema lifrina, af því lifrin er, hér er sleppisvæði fyrir lifrina en ekki hér. Þannig að þetta er augljóslega bara lítur ágætlega út, þannig að ég fer bara í vista og close.